Ekkert verður af sölu ríkisins í Íslandsbanka á þessu ári. Undirbúningur fyrir sölu og helmingshlut ríkisins var vel á veg kominn en óvæntar alþingiskosningar setja strik í reikninginn. Forsætisráðherra segir óeðlilegt að þingmaður og ráðherrar Sjálfstæðisflokks hafi hringt í ríkislögreglustjóra þegar flytja átti langveikan dreng frá landinu. Bandaríkjaforseti segir að réttlætinu hafi verið fullnægt þegar leiðtogi Hamas var felldur. Hann og aðrir leiðtogar vonast til þess að það flýti fyrir friði á Gaza. Ísraelsmenn halda áfram árásum þar og í Líbanon. Stór hluti lóða í Reykjavík hefur staðið óbyggður svo árum skiptir. Formaður borgarráðs segir að aðstæður í efnahagsmálum of slæmar. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins segir ómögulegt að skipuleggja uppbyggingu íbúða þar sem byggingarleyfin ekki nýtt. Mikilvægt að byggja á reynslu annarra þjóða, segir læknir sem vill að dánaraðstoð verði leyfð hér á landi. Gott kvöld. Áformum sölu og hlut ríkisins í Íslandsbanka hefur verið frestað. Ríkið á enn 42,5% hlut í bankanum. Til stóð að selja helminginn af hlutnum í ár og afganginn á næsta ári. Á vef fjármálaráðuneytisins segir að það hafi verið einhugur innan ráðherranefndar ríkisfjármál að fresta sölunni, bæði vegna markaðsaðstæðna og svo vegna komandi alþingiskosninga. Undirbúningur sölunar var langt á veg kominn en ákvörðunum næstu atrinu bíður nýrrar ríkisstjórnar. Og hingað er komin Sigurður Ingi Jóhannsson, fjármálaráðherra, velkomin. Takk. Þessi ákvörðun að fresta sölu Íslandsbanka, höfum við efni á þessu? Skilur þetta ekki eftir stórt gat í ríkisbókhaldinu? Það gerir það sjálfur sér ekki. Við ætluðum að nota þetta til þess að breyta samsetningu skulda ríkissjóðs sem að við verðum þá að viðhalda þessu. Á móti mun koma auðvitað þó arður af fullri eign og svo sjáum við auðvitað vexti fara niður og svo hefur við svo sem séð bankan aðeins hækka í verði. Þannig að það er ómögulegt að segja nákvæmlega hvað þetta þýðir í fjármunum en hins vegar þá var ljóst að aðstæðurnar eru með þessum hætti að það var auðvitað nægilega erfitt fyrir að vera svona nálagt jólum, vera ofan í forsetakosningum í Bandaríkjunum með þeirri óvissu og síðan þegar það kemur upp að það eru kosningar þá var það mat þeirra ráðgjafa sem að við erum með að þetta myndi hafa neikvæðari áhrif á söluna. En hvað er það við alþingiskosningarna sem setja svona stórt strik í reikninginn? Það eru þetta ýmislegt, meðal annars að í aðdraganda útboðsins þá verða fjölmiðlar uppfullir af öðru heldur en upplýsingum útboðið og kannski missir almenningur þar af leiðandi að því að taka þátt sem þeir hefðu eðlilega hugsað sér. Og svo hafa menn séð óeðlilega sveiflur í öðrum ríkjum við slíkar aðstæður sem er ekki hentugar þegar við erum að fjalla ríkiseign. Þannig að það var alveg eins og þú last í fréttinni einróma afstaða að það sé skynsamlegt að fresta sölunni. Akkurat, en þetta er ekki eina fréttin sem hefur komið frá þér í dag vegna þess að þú tilkynntir í dag að þú hefðist gefa kostóður í annað sætið á lista Framsóknar í Suðurkjördæmi og að Halla Hrund Logadóttir taki fyrsta sætið. Þið hafið ekki mælst með kjördæmakjörin mann inni núna í síðasta þjóðarpúlsi að minnstakosti. Er þetta ekki bara stór áhætta sem þú ert að taka með þessu? Það getur vel verið. Ef maður er formaður og leiðtogi þá tekur maður slaginn fyrir flokkinn og mér fannst það mikilvægt. Það er fengur að fá Höllu Hrund með okkur. Það er líka nauðsynlegt við svona stuttri kosningabaráttu að gera eitthvað óvænt. Þetta er það sannarlega, en hérna erum við og bjartsýn á að þetta snúi svolítið lukkunar hjóli. Skoðanakannanirnar fari að verða með okkur í liði og svo þegar við fáum tækifæri til þess að fara út í kosningabaráttuna að taka á því þingmenn okkar og frambjóðendur allt land og ég með Höllu og þeim þingmennum sem eru í kjördæminu fyrir að þá væntum við þess að ná miklu betri árangri og þess vegna tekum maður svona ákvörðun. En hvað ef það tekst ekki, ef þú kemst ekki inn, ertu þá bara hættur í stjórnmál? Það hefði náttúrulega legið ljóst fyrir að ef að við hefðum farið fram með óbreytta stöðu og flokkurinn hefði ekki náð að snúa skoðanakönnunni, þá er það engin nema skipstjórinn, formaðurinn sem axlar ábyrgð á slíku, þannig að mér finnst eðlilegt og sjálfsagt að formaðurinn taki slaginn og ég að gera það með þessari yfirlýsingu hér í dag. Þannig að þú leggur sjálfan þig að veði þannig?
Svolítið. Takk fyrir komuna hingað í myndverð Sigurður Ingi Jóhannsson. Við ætlum að halda fram að tala um pólitíkina því 3 þingmenn Sjálfstæðisflokks höfðu samband við ríkislögreglustjóra þegar flytja átti langveikan dreng af landi brott. Forsætisráðherra segir að ríkislögreglustjóri eigi ekki að sæta þrýstingi í störfum sín. Sko, það er óeðlilegt að á þessum tíma dags sé verið að hringja í ríkislögreglustjóra. Höfum það alveg á hreinu, ég hef sagt það áður. Það skiptir hins vegar máli hvað kemur fram í slíkum samtölum og að allir skilji að það er dómsmálaráðherra sem fer með þann málaflokk sem að ríkislögreglustjóri er að sinna. Auk núverandi dómsmálaráðherra hringdu 2 fyrrverandi dómsmálaráðherrar, þar á meðal Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, núverandi háskóla iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og Jón Gunnarsson, þingmaður. Hið sama gerði Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félags- og vinnumarkaðsráðherra. Tilefnið var brottflutningur Jasans Tamimis, langveiks drengs frá landinu. Áslaug Arna birti færslu á Facebook í dag og segist einungis hafa verið að vitja upplýsinga en hafi hvorki haft skoðun á málinu né haft af því afskipti. Áslaug Arna hefur raunar áður sætt gagnrýni fyrir símtöl til lögreglustjóra en árið 2021 var upplýst að hún hafi hringt í lögreglustjóran á höfuðborgarsvæðinu eftir að lögreglan birti tilkynningu sóttvarnarbrot í Ásmundarsal. Er það ekki óðurlegt að þingmaður sé að hringja í ríkislögreglustjóra? Nei, við Sigríður og aðrir lögreglustjórar, ég heyri þessu fólki oft út af hinn og þessu en ég var ekki með neina afskipti af þessu máli eðlilega sem þingmaður hef ég ekkert erindi sem slíkur. Þessar upplýsingar sem þú fékkst í þessu símtali við ríkislögreglustjóra, hvernig gastu nýtt þér þær í störfum þínum sem þingmaður? Ég er að segja þér, ég var nú bara að hringja til þess að spurjast fyrir það hvernig þetta mál gengi fyrir sig og það í ljósi þess hvað þessi mál hafa verið erfið og ég hef látið mig mikið varða þessi mál, þannig að ég var nú bara að spurja hvernig gangurinn væri í þessu máli sérstaklega þennan morgun án þess að ég væri með nokkur afskipti af því en það hef ég engar valdheimildir til þess að hafa afskipti af svona máli. Ólíklegt að takist að afgreiða samgönguáætlun fyrir kosningar, segir formaður fjárlaganefndar. Hann leggur til að vegaframkvæmdir verði skrifaðar inn í fjárlög svo framkvæmdir stöðvist ekki á nýju ári. Svo miðað við svona söguna og miðað við hvernig þetta hefur gengið með samgönguáætlun hingað til að þá verði ég að segja mér finnst það afar ólíklegt að þingi nái saman umfásmikið plagg eins og samgönguáætlun á þessum stutta tíma sem eftir er. Þetta kom fram í máli Stefáns á fjórðungsþingi Vestfirðinga í Bjarnarfirði í morgun. Á Vestfjörðum eru nokkrar stórar vegaframkvæmdir sem bíða þess að fara í útboð. Hvaða áhrif hefur þetta á framgang framkvæmda? Það hefur það að ef að samgönguáætlun verður ekki lögð fram núna og ekki kláruð að þá vantarlega stopp í framkvæmdum vegagerðarinnar frá 1. janúar 2025. Þó fjárlög tryggi vegagerðinni fjármagn skortir samþingi Alþingis vegna forgangsröðunar verkefna. Stefán hefur bent á þann möguleika að framkvæmdir vegagerðarinnar á fyrstu mánuðum næsta árs séu skrifaðar inn í nefndarálit í fjárlögum. Þetta sé háð samþykki þingsins og að sátt sé þau verkefni sem sett verði í forgang. Að þá væri hægt að taka þau verkefni, allavega þau verkefni sem eru áætluð í fyrstu mánuði ársins og setja þau inn í fjárlög. Þannig að vegagerðin hefði það þá samþykkt frá þinginu. Þannig að það kom ekki til þessa stopps sem öll sveitarfélög landsins hafa áhyggjur af að verði. Hamas-samtökin ítrekuðu í dag að engir gíslar yrðu látnir lausir fyrr en Ísraelsmenn drægju herlið sitt frá Gaza, þrátt fyrir að leiðtogi Hamas sé nú fallinn. Þjóðarleiðtogar hafa lýst fallan sem tækifæri til að ná friði á Gaza. Ísraelsmenn sendu þetta myndskeið frá sér í gær sem á að sýna Yahya Sinwar, leiðtoga Hamas, skömmu áður en hann var drepinn. Hann særður á hendi en hefur samt kraft til að kasta priki í drónan sem tekur myndina. Þjóðarleiðtogar hafa lýst ánægju með tíðindin. The death of the leader of Hamas represents a moment of justice. He had the blood of Americans and Israelis, Palestinians and Germans and so many others on his hands. His death is certainly significantly weakening Hamas. Cette occasion doit être saisie pour que tous les otages puissent être libérés et pour que la guerre soit enfin arrêtée. Hamas-samtökin staðfestu fall leiðtogasins í dag en vísuðu jafnframt í gíslana sem þeir hafa enn í haldi á Gaza. إن هؤلاء الأسرى لن يعودوا لكم إلا بوقف العدوان على شعبنا في غزة والانسحاب الكامل منها.
Þá verði líka að leysa úr haldi palestínska fanga. Þetta og ítrekkun Netanyahus forsætisráðherra Ísraels í gær á að stríðinu sé ekki lokið þýðir að enn sér ekki fyrir endan á árásum Ísraelsmanna á Gaza. 28 voru drepnir í árás á skóla þar sem heimilislausir höfðu leitað skjóls. Ísraelsmenn sögðu skólann notaðan sem fundarstað Hamas-samtakana en þau neita því. Það heldur ekkert láta á hernaði Ísraelsmanna í Líbanon. 45 voru drepnir og 179 særðust í árásum í gær. Áfram eru rýmingar í suðurhlutanum og segja Sameinuðu þjóðirnar að fjórðungur landsins hafi nú orðið fyrir árásum Ísraelsmanna. Hingað heim. Stór hluti lóða í Reykjavík hefur staðið óbyggður árum saman. Formaður borgarráðs segir að hár vaxtakostnaður tefji framkvæmdir. Þróunaráætlun samtaka sveitarfélaga og höfuðborgarsvæðinu var kynnt á fundi borgarráðs í gær. Athygli vekur að nærri helmingur lóðana í Reykjavík hefur byggingarleyfi sem veitt var fyrir meira en 5 árum og rúmlega 70% eru með byggingarrétt á lóðum sem eru enn óbyggingarhæfar. Á sumum virka atvinnustarfsemi. Borgarráðsfulltrúi Sjálfstæðisflokksins segir gögn nú sína hvað skýri seinaganginn við uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í borginni með þéttingu byggðar. Eigandi lóðarinnar ráði alfarið hvað hann geri. Og það sem kemur fram í þessari nýjustu greiningu, þar sem þeir fara að skoða aldur skipulagsheimilda á samþykktu deiliskipulagi þar sem að framkvæmdir eru ekki hafnar, að þá kemur ljós að í tæplega helmingstilfella að þá eru þetta deiliskipulag sem eru meira en 5 ára gömul. Formaður borgarráðs segir borgina hafa kallað eftir skýrari heimildum til að setja lóðahöfum skorður en lóð telst til fasteignar og eign varin lögum. Rúmlega 58.000 íbúðir eru í Reykjavík og eru núna 2.700 í byggingu. Heimildir fyrir að byggja á lóðum eru nærri 5.500. Yfir 3.900 teljast á óbyggingarhæfri lóð enn sem komið er. Sveitarfélögin að gera sitt. En vextirnir og efnahagsmálin eru allavega í augnablikinu að vinna mjög kröftulega á móti því að þetta byggist upp eins og við þurfum. Dánaraðstoð getur gert fólki kleift að njóta betur þess tíma sem það á eftir, segir læknir sem vill að dánaraðstoð verði leyfð hér á landi. Fjallað var reynslu annarra þjóða á málþingi í Háskóla Íslands í dag. Sífellt fleiri lönd heimila dánaraðstoð að binda enda á líf einstaklings af ásetningi og ósk viðkomandi. Í Evrópu bættust Portúgal og Austurríki síðast í hópinn árið 2022. Þingflokkur Viðreisnar lagði á vormánuðum fram frumvarp að heimila fólki með ólæknandi sjúkdóma sem búa við ómeðhöndlanlega og óbærilega þjáningu að þiggja dánaraðstoð og hins vegar að heimila læknum að veita slíka aðstoð. Dánaraðstoð hefur verið leyfileg í Hollandi yfir 20 ár og formaður samtaka dánaraðstoð fjallaði reynslu hollendinga á málþinginu í dag. Hún segir skýr lög og reglur skipta öllu máli. Well, there's a lot of people who are pro the law and also doctors. Most doctors are willing to grant euthanasia at the request of a patient. But there's a bit difference between what kind of cases, because doctors are more willing to give medical assisted dying with people with physical illnesses and terminal illnesses than, for example, more complex cases like dementia or chronic mental disabilities. Linda Kristjánsdóttir læknir hefur starfað í öldrunarþjónustu árabil. Hún vill að dánaraðstoð verði leyfð hér á landi en telur mikilvægt að byggja á reynslu annarra þjóða til að rétt verði að farið. Ég sé fyrir mér og bara það sem maður heyrir náttúrulega maður er búin að kynna sér þessi efni að bara að vita það að þú hafir stjórn á þessum hlutum þegar að því kemur. Að það sé ekki undir öðrum komið hvort að þú þurfir í rauninni að þiggja bara þá meðferð sem er í boði en get ekki valið það sjálfur að vilja ekki skangi gegnum kvalir eða mikla vanlíðan á síðustu metrunum. Held ég að gefi fólki líka bara svona létti og frelsi og þá kannski nýtur að þess tíma sem það þó á eftir. Gróðureldar á norðurslóðum eru tvöfalt algengari nú en fyrir 35 árum. Varautanríkisráðherra Noregs sem gegnir nú formennsku í Norðurskautsráðinu segir að samvinna sé nauðsynlegt til að leysa vandann. Fjarvera Rússa gerir verkefnið erfiðara. Á þingi hringborðs norðurslóða í Hörpu í dag var rætt gróðurelda undir yfirskriftinni Norðurslóðir loga.
Þar kom fram að eldarnir eru vaxandi vandamál á norðurslóðum. Í Kanada var til dæmis landsvæði á stærð við England eldi að bráð á síðasta ári. Og vandinn víðar. Þessar myndir eru frá Síberíu og þessar frá Alaska, sem eiga að teljast köld svæði. Norðurskautsráðið undir forystu Noregs hefur látið málið til sín taka. Og så har vi sett i løpet av de siste 35 årene en dobling i antall skogbranner i Arktis, i områder hvor naturen senvokst. Det vanskelig for den å bygge seg opp igjen. Að auki leiðir bruni á sífrera til meiri losunar gróðurhúsaloftegunda. Varteressian segir áhrifin á samfélögin sjálf líka mikil. Det vanskeligere å klare å få endene til å møtes når infrastrukturen og mulighetene til å få slukket brannene allerede vanskelige, krevende, manglende. Eldarnir hafa til að mynda áhrif á rafmagn og samgöngur. Og það sem gerist á heimskautasvæðum hefur áhrif víðar. Det at Arktis og Antarktis varmes fortere påvirker hele værsystemet internasjonalt, globalt. Så vi ser altså havnivåstigning som truer for eksempel småøystater som Tuvalu. Varteressian segir starf Norðurskautsráðsins meðal annars vera að koma vísindaþekkingu á framfæri. En það skapi vandamál að Rússland hafi frá því Úkrænustríð hófst ekki verið virt í Norðurskautsráðinu. Og så det ikke til å stikke under noen stol. Halvparten av Arktis Russland. Når russisk tundra brenner, så påvirker det værsystemene overalt. Det viktig at vi samarbeider på en måte hvor de også bidrar med kunnskap og tar ansvar for det som brenner i deres bakgård. Lögreglurannsókn hefur verið hætt á norska auðkífinum Tom Hagen. Hann var grunnaður að hafa átt þátt í dauða Ann Elizabeth, eiginkonu sinnar, sem hvarf fyrir 6 árum. Rannsóknin hefur verið umfangsmikil. 6.000 vinnustundir hafa farið í hana og teknar 700 skýrslur. Lögreglan tilkynnti í dag að ekki væri hægt að færa sönnur á að Hagen hefði valdið dauða eiginkonu sinnar. Rannsókn á málinu haldi þó áfram því enn sé grunur að hún hafi orðið fórnarlamb glæps. Tom Hagen, sem þekktur viðskiptajöfur í Noregi, neitaði alltaf sök. Hingað heim, þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og heimarhleðslustöðvar á meðal þess sem íbúar í Mývatnssveit þurftu að endurnýja í Snatri eftir rafmagnsbilun í byrjun mánaðar. Mikið högg kom á dreifikerfi Landsnets í upphafi mánaðar og rafmagn fór af víða landið. Einnig urðu truflanir þar sem ekki sló alveg út og það kostaði fjölda mývetninga töluvert af tækjum og búnaði. Á bænum Stöng ferðaþjónustan í fullum blóma og þar mátti hafa hraðar hendur þegar 6 þvottavélar gáfust upp samtímis. Það var fullt hús og við þurftum að senda allan þvott til Akureyrar og handstýra öllum hita hérna á húsum og við náðum að koma hita á þau. Allur gólfhitabúnaður sem nýverið hafði verið endurnýjaður í 6 húsum eyðilagðist og sömuleiðis brunakerfið sem Aðalsteinn segir kosta töluverða vinnu að skipta út í öllum rýmum. Og þú ert með eitthvað af þessu hérna saman? Já, það hérna, ég safna saman svona smá heimilistækjum, kaffivélum og arfræðurum og stýringum og hurðum og svo endalaust af hérna gólfhitastýringum og allar spólur fyrir gólfhitastýringarnar, viftur. Og það voru ekki bara rekstraraðilar í sveitinni sem urðu fyrir tjóni, því víða á heimilum skemmtust ískápar, þurrkarar, kaffivélar og miðstöðadælur, svo fátt eitt sé nefnt. En þó fólk hafi verið leiðbeint hvert beri að tilkynna tjónið, getur tekið tíma að fá svör. Ég á ekkert vona öðru en að því verið svarað en þetta tekur tíma og þetta óþægilegt að vera án heimilistækja lengi. Og litlu mátti muna að heimilisbíllinn yrði líka úr leik. Þið eru líka fyrir tjónu á bílarhleðslunni, það kannski kemur sér ekki vel? Nei, maður, það er bara að stoppa heima. Ég er búin að endurnýja hana, hún er hérna gamla á jörðinni, það logaði bara inn í henni þegar það var reynt að setja hann inn, þannig að það var augljóst að hún ætlaði ekkert að gera. Já, maður hefur áhyggjur af því, ef að bíllinn hefði verið í sambandi, hefði bíllinn líka farið. Þá að veðri. Gul hríðarviðvörun í gildi á fjallvegum á Vestfjörðum í kvöld og fram á nótt. Sunnan og suðvestan 8 til 18 metrar á sekúndu á morgun, hvassast á austurhelmingi landsins, en norðaustan 8 til 15 á Vestfjörðum. Lægir smám saman undir kvöld, skúrir eða rigning, en bjart með köflum norðaustan til, hiti 4 til 12 stig, svalast á Vestfjörðum. Og það Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfur næstu daga eftir íþróttafréttir sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld.
Unglingalið Íslands áttu góðan dag á Evrópumótinu í hópfimleikum í Bakú í Azerbaijan. Stúlknaliðin ældi í brons en blandaða liðið varð Evrópumeistari. Það var bara geggjuð tilfinning. Erik ten Hag, þjálfari Manchester United, segir það ævintýri og lygar að starf hans sé í hættu. Manchester liðið sigursælasta lið úrvalsdeildarinnar en hefur aldrei byrjað jafn illa og í ár. Creating stories, creating fairy tales. Og það er venju nóg að vera í úrvalsdeildunum í handbolta og körfubolta, íþróttir eftir andartak. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Ekkert verður af sölu ríkisins í Íslandsbanka á þessu ári, meðal annars vegna óvæntra alþingiskosninga og forsetakosninga í Bandaríkjunum. Fjármálaráðherra segir ákvörðunina ekki hafa teljandi áhrif á uppgjör ríkissjóðs. Forsætisráðherra segir óeðlilegt að þingmaður og ráðherrar Sjálfstæðisflokks hafi hringt í ríkislögreglustjóra þegar flytja átti langveikan dreng frá landinu. Bandaríkjaforseti segir að réttlætinu hafi verið fullnægt þegar leiðtogi Hamas var felldur. Hann og aðrir leiðtogar vonast til þess að það flýti fyrir friði á Gaza. Ísraelsmenn halda áfram árásum þar og í Líbanon. Stór hluti lóða í Reykjavík hefur staðið óbyggður svo árum skiptir. Formaður borgarráðs segir aðstæður í efnahagsmálum of slæmar. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins segir ómögulegt að skipuleggja uppbyggingu íbúða þar sem byggingarleyfin ekki nýtt. Mikilvægt að byggja á reynslu annarra þjóða, segir læknir sem vill að dánaraðstoð verði leyfð hér á landi. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og RÚV.is má nálgast allar helstu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá RÚV.is. En þessum fréttatími lokið, hafið það gott helgina og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Það segir í laginu, ég ætla að skemmta mér með hljómsveitinni Albatross eins og Sigfús segir. Nýgreiddur og næs. Kappsmál, skemmtiþáttur íslenska tungu þar sem þáttakendur etja kappi í fjölbreyttum leikjum og þrautum. Lundroði. Það er mjög gaman að segja. Já, mjög skemmtilegt að segja. Skrítið. Já. Ég ætla að segja, hefur einhver sett mynd inn á vitlausan, skappan. Gísli Magnet tekur á móti gestum og fer með þeim yfir helstu atburði vikunnar. Mothers and Daughters. Ljósmyndarinn Rigby Gray kemst að því að hún á von á barni og fer að rifja upp samband sitt við móður sína og skoða sambönd og tengsl annarra mæðgna sem hún þekkir. Allstaðar, alltaf. Margvelunnuð kvikmynd frá 2022. Líf kínversks innflytjenda í Bandaríkjunum umturnast þegar hún uppgötvar að hún getur ferðast á milli vídda og kemst að því að hún ein getur bjargað heiminum. Ég var að hlusta á podcast þar sem ég fékk